Já, góða kvöldið kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna í Akraneshöll. IA-TV heilsar á föstudagskvöldi. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að fylgja ykkur hérna í gegnum leik í Lengjubikar karla B-deild. Riðli 1, það er Kári sem að tekur á móti Víði frá Garði og ég ætla að byrja að renna hérna yfir byrjunarliðin. Í markinu hjá Káramönnum er Bjarki Rúnar Ívarsson. Þrátt fyrir í rauninni endurkomu Dino Hodzic sem er á bekknum í dag. Bjarki átti fínasta leik hérna síðasta föstudag. Númer 2 Sigurjón Ari Guðmundsson, númer 3 Aron Ingi Kristinsson, númer 4 Ingimar Elí Hlynsson. Var það nú líka skráður í byrjunarliði síðast? Jú, hann er þarna núna. Hann var skipt út af bara rétt fyrir leik síðasta föstudag. Númer 7 fyrirliðin Andri Júliusson, númer 9 Nikolás Ísar Bjarkason, númer 14 Fylkir Jóhansson, númer 15 Teitur Pétursson, númer 27 Arnar Már Kárásson, númer 29 Aron Snær Guðjónsson og númer 37 Ólafur Valur Valdimarsson. Nikolás Ísar kemur inn í byrjunarlið. Hjá Víðismönnum er liðið þannig skipað í markinu. Númer 1 er Helgi Bergmann Hermannsson, númer 3 er Hamed Obafemi Lawal, númer 4 Birkir Blær Laufdal Kristinsson, númer 8 er fyrirliðin Guðmundur Marino Jónsson, númer 9 Aron Freyr Robertsson, númer 10 Stefán Birgir Jóhannesson, númer 18 Kristóvá AFDS Martins. Það er aldeilis. Cesari Viktorovic er númer 19, númer 25 er Jökull Örn Ingólfsson, númer 26 Arnór Björnsson og númer 27 Einar Örn Andrésson. Varamenn í dag eins og ég nefndi áðan, Dino Hodzic á bekknum, varamarkmaður Káramanna. Númer 6 Ellert Lár Hannesson, númer 18 Haraldur Sturluson, númer 23 Gabriel Ísak Valgeirsson, númer 30 Davíð Freyr Bjarnason og númer 57 Ragnar Már Lárusson kemur inn í hópinn og var ekki í hóp síðasta föstudag. Númer 12 á bekknum hjá Víðismönnum varamarkmaður Erik Oliversson, númer 5 Sigurður Karl Gunnarsson, 7 Ísak John Ævarsson, númer 11 Elís Már Gunnarsson, númer 21 Eyþór Ingi Einarsson, númer 22 Kristoffer Orri Magnússon og númer 24 Árni Gunnar Þorsteinsson þjálfari Káramanna sem fyrr er Sveinbjörn Geir Hlöðversson, allt múli maður hjá Kára og Ásmundur enn fjárverandi í verkefnum hjá KSÍ að sjálfsögðu en þjálfari og þjálfarar Víðismanna Arnar Freyr Smárasson og Sigurður Elíasson. Dómari í kvöld Elías Ingi Árnason, aðstoðardómarar Sveinn Ingi Sigurjónsson Voge og Þröstur Emilsson. Þessi lið hafa mæst nokkuð oft í gegnum tíðina. Mér telst til 21 sinni. Víðismenn hafa betur í þeim viðuregnum, hafa unnið 12 sinnum, Káramenn 7 sinnum, tvisvar verið í jafntefli. Kári sigraði síðast leik þessara lið árið 2020 í annari deildinni. Það er síðasti sigurleikur Káramanna. Það var í fyrri umferðinni það tímabilið 2020, þá sigruðu þeir 5-0 hér en í október sama ár sigraði Víðir 3-1 síðustu viðuregn þessara liða og það er alltaf að verða klárt hér. Káramenn heilluðu mig hérna síðastlið föstudagskvöld. Og þetta er komið í gang. Það byrjar hérna og Víðismenn fá innkast. Einar Örn hérna vinstri bakvörður. Víðismenn að taka það. Eða hvað? Nei, það er Lawal sem að taka það. Víðismenn virðast vera að stilla hérna upp í 3 hafsenda línu. Og það er þá Lawal sem er hérna á vinstri væng bakvörður en hér koma þeir Viktorovic í kapplaupi við Aron Inga. Aron hafði betur. Aron vinnur hérna boltan, löglega mati dómarans.
Ingimar. Út misefnu sending hjá honum og Víðismenn koma þá. Það Guðmundur, missir boltan, Fylkir vinnur boltan á honum, stingur hann síðan inn fyrir Andri. Þetta allt og langt fyrir Andra, en hugmyndin ágætt. Boltin tilbaka á Helga í markinu. Kemur langur bolt upp í hægra hornið. Það Viktorovic. Kemur fyrirgjöfin Aron Snær, kemur þessu frá, ekki langboltinn laus í tegnum. Bjarki herðir þetta upp. Þarna mátti litlu muna. Þessi fyrsta mínúta og svo fyrstu sekundur hérna einkennast svolítið af töpum boltum. Ólafur Valur fram á Fylki. Fylkir, Aron kemur utan á hann hérna, fær boltan. Aron Ingi hótar fyrirgjöfinni, kemur svo með hann hérna inn á teiginn, ágætlega gert hérna hjá Arnóri í miðri vörninni. Andri skýlir boltanum vel, sendingin beint í mótherja. Martins vann boltan hérna fyrir Víði, boltinn tilbaka á Arnór og tilbaka á Helga í markinu. Einar Laval, Nikolás í smá pressu, Káramenn ekkert í nefni hápressu akkurat eins og Óli Valur aftastur á miðunni, Ingimar Elí og Arnar Már fyrir framann hann. Fylkir og meira svona úti vinstramegin. Langur bolti, Teitur ekki í vandræðum með þennan, Teitur og Aron Snær í miðvörðunum eins og hérna fyrir viku síðan. Óbreytt varnarlína, Aron Ingi og Sigurjón í bakvarðarstöðunum. Kemur nú langur bolti fram, Bjarki út úr markinu og handsamar þetta. Það Sigurjón. Tilbaka á Teit. Martins frammi hjá Víðismönnum eins og Stefán Birgir. Það verðist vera einhvers konar 3-5-2. Boltinn fram á miðina. Það Óli Valur. Fellir við, kemur á Fylki, hann leggur hann tilbaka á Aron Inga. Ingimar Elí. Aron Snær skiptir hérna yfir á Sigurjón, þetta erfiður bolti. En Sigurjón nær að komast aftur í hann hérna og Teitur gerir vel. Og hérna undan Aroni Frey í boltan. Andri leggur hann tilbaka og nóg kvæmt en Óli Valur nær þessu, gerir þetta skemmtilega. Óli Valur lék fyrri hálfleik Káramanna hérna fyrir viku síðan. Teitur vinnur hennar skallabolta, þetta ójafnleikur hérna milli hans og Kristófa og Martins. Aron Ingi og Aron Snær, Martins pressar á hann en Bollurúr hérna Aron Snær. Stór skemmtilegur leikur hérna síðasta föstudag milli Káramanna og Víkings frá Ólafsvík sem að lauk þó með 4-3 sigri Víkinga í stór skemmtilegur leik. Sigurmarkið í lok leiksins. Frábær baráttan hjá Andra, kemur hann á Óli, lítur hann úr teginn, lyftir honum, ætlar bara að tekur skoti hérna en Helgi með á nótunum hérna. Það eru fleiri leikir í Lengjubikarnum í kvöld, bara töluvert af leikjum. HK 1-0 yfir gegn Þrótti Vogum eftir, rétt að síðara hálfleikurinn í hafinn í A-deild riðli 1. Fjölnir og Stjarnan eigast við í riðli 2 í A-deildinni. Það er staðan 0-0 eftir 4 mínútur, hófst á sama tíma á þessi. KR að vinna Keflavík í riðli 3, 4-1.
og FH sömuleiðis að vinna Grindavík 4-1. Þeir leikir komnir inn í síðari hálfleik. Í þessum riðli er einnig að eigast við KH og IR og í riðli 2 Þróttur, Reykjavík og Ægir. En engar upplýsingar stöðuna í þeim leikjum. En Víðismenn að spila mikið af löngum boltum hérna fyrir Martins að eldast við. Það hefur ekki gengið en varnarmúrinn hjá Víðismönnum ansi þéttur. Kemur langur bolti frá Ingimar inn fyrir á Nikulás nær að taka hann með sér. Þröngt færi hérna fyrir skotið og aftur fyrir reyna Víðismenn að spila út úr þessu. Jökull Örn, já, sennilega er hann nú bara í bakvarðarstöðu. Nei, mér finnst þetta að vera voða þriggja hafsendalegt allt saman. 5 manna vörn hjá Víðismönnum. Stefán fyrir á Martins, Teitur, frábær tækling hjá honum, nær að setja boltan hana í Martins, en boltin, já, Teitur lætur hann aðeins finna fyrir sér hana. Kannski óþarfinn. Andlegir yfirburðir skipta líka töluverðu máli. Víðismenn hérna með fína varnarvinnu. Arnór Óli Valur búinn að vinna boltan inn á miðsvæðinu. Þá eru Káramenn margir hérna. Sendingin í gegn á Fylki. Fullerfið þarna voru þeir 5 á móti 5. Það hefði maður viljað sjá þá finna færi. En nú er leikurinn stöðvaður. Hvað það er? Já. Ég finnst sýnist að vera að skipa markverðinum með honum Helga að taka af sér húfuna. Þetta hef ég ekki séð oft áður. Aron Snær nær ekki þessum skallabolta. Frábærlega gert. Martins er komin inn fyrir Teit hérna. Færið þröngt nær að setja hann fyrir markið. Víðismenn í dauðafæri. Bjarki ver hérna. Fast skot frá Aroni Frey. Snöggur að koma þessi leik en það er beint á Víðismenn. Ára Laval. Sigurjón pressar á hann og Nikulás kemur í hjálpina. Nikulás tilbaka á Sigurjón sem að setur hann langan fram á við og losa pressuna. En þetta var stór hættuleg sókn hjá Víðismönnum. Og Jökull tilbaka á Helga. Helgi út til vinstri. Aron Freyr nær að koma þessu áfram. Á Stefán inn fyrir aftur á og boltinn fyrir markið og Bjarki Rúnar Ívarsson að verja hérna frábærlega. Sýndist að vera Stefán sem að, nei þetta var ekki Stefán sem að komst þarna í færið. En Víðismenn búnir að gera kröfur á Bjarka Rúnar tvisvar hérna. Það eru hættulegir í þessum hröðu sóknum. Enda greinileg taktík. Káramenn hafa nú sem alveg verið þekkti fyrir að leka inn mörkum. Og þeir setja pressuna á þá. Laval með innkast. Sigurjón rekur það hérna tilbaka. Þessi sending er tæp en vel gert hjá Arnóri. Óli Valur vann vinnuboltan aftur en setur hann út af. Boltinn upp í hornið.
Stefán upp að endamörkun, leggur hann út í tegin, beint á Teit. Martins var hérna fyrir aftan hann. Og þetta enda með innkasti sem að Káramenn eiga. Svona einhver pínu doði yfir Káramönnum finnst mér, svona þessar fyrstu mínútur. En sem komið er. Svona ná ekki einhvern veginn alveg að tengja. Andri á Ingimar. Ingimar út á Sigurjón, þetta er betra. Nikolás kemur út í breiddina. Sigurjón. Ingimar býður sig hérna fyrir aftan, fær hann. Víðismenn þéttir tilbaka sem fyrr. Allir fyrir aftan boltan nema Martins. Sigurjón skiptir yfir á Aron. Hann á nafna sinn út á kanti. Nær til boltans. Fylkir. Já, Káramenn að reyna að halda boltanum aðeins hérna núna. Aron á Fylki. Varnarlínan er aftarlega hjá Víðismönnum. Þá taka þeir svolítið þetta vopn sem við sáum Káramenn nota og höfum séð oft nota hérna langi boltar frá til dæmis Teiti Pétursinni oftar en ekki. Og undan honum Sverrir Mar Smárasinni sem að inn fyrir vörnina. Fylkir reynir að þræða hann í gegn. Þetta er frábærlega gert hjá Jökli. Aron Snær á Aron Inga. Stefán. Fín vörn. Það koma Káramenn. Þetta er Fylkir og brotið á honum. Birkir Blær brotlegur hérna. Aron snöggur að taka þetta hérna á Fylki. Og fyrir hann Andri með hann inn á fjársvæði. Nikolás er það með skallan í stöngina. Þetta er varið og í stöng. Frábær sending hjá Andra. Og Nikolás alveg lygilega laus hérna á fjárstönginu. En Helgi gerði virkilega vel í að verja þetta í stönginu og út. Lavar tilbaka á Einar. Hann yfir á Jökul. Jökul sé með hann langan fram. Stefán kemur honum áfram á Guðmund. Aftur út á Stefán. Stefán kemur inn upp hægra megin með nógan tíma hérna. Ingimar kemur aðeins og lokar á hann. Boltinn inn á tegin og Teitur setur hann upp í loft. Já. Bjarki mun vantarlega spyrna boltanum hérna langt yfir allt saman. Já, Laval fær að taka hann hérna óreitur. Fær hann aftur. Einar. Skiptir yfir til hægri. Og Aron Ingi keyrir hérna inn í bakið á Viktorovic sýndist mér. Það var Guðmundur Marinó og aukaspyrna hérna á fínum stað. Nú komið að Káramönnum að fara tilbaka. Það er Stefán, fullt af bláum treyminn á tegnum, boltinn inn á tegin. Sigurjón stekkur hæst þarna og Óli Valur síðan kemur þessu frá. Andri kemst undir boltan, setur hann til hægri, hittir ekki á Arnam á hana. Andri með fína pressu. Helgi út úr tegnum. Fylkir pressar á hann, setur hann upp í hægra hornið, Aron Snær. Og undan Guðmund í boltan hana. Boltinn ennþá inn á Aron. Ingi, já. Káramenn vinna innkastið. Fylkir tilbaka á Aron. Aron Snær fær tíma núna hérna. Finnur Aron Inga. Aron
á Andra sem að fleitir honum áfram á allara Óla Val hennan en aðeins og framalega fyrir hann og Aron Ingi brotlegur hérna svona eins og augljóst og það verður sennilega. Einar Óla Val tilbaka á Einar inn á miðuna Birkir tilbaka hann á Arnór og Arnór yfir og Jökull sem með langan bolta það Martins fyrir markið en Teiturinn að vera fyrir þessu og hornspyrna sem að Víðismenn eiga staðan óbreytt í hinum leikjum kvöldsins sem að ég hef upplýsingar kemur hornspyrnan inn á Martein yfir Bjarka en Sigurjón skalla frá fín varnarvinna þarna hjá Ingi Marelli það yngast sem að Káramenn eiga það var að halda aftur að Einar Erni þarna Kimar tilbaka á Teit og falla Víðismenn tilbaka Teitur með langan bolta út til hægri Sigurjón mættur þar nær að pota sig frá Laval nær að halda þessu tilbaka á Ingimar Fylkir með hlaupinn og teginn en þessi sending beint á Arnór og Arnór snýst þarna í hringi heppinn að halda boltanum Einar á Laval sendingi frá honum beint á Sigurjón fín pressa hjá Kára Ingimar á Andri út til hægri aðeins fyrir framan Sigurjón þarna Einar finnur Martins þarna sem að næra setja hann upp í vinstra horni Aron Freyr kominn inn fyrir Sigurinn þarna Sigurinn búinn að vinna sér tilbaka þó Aron inn á teginn beint í Teit og stekkur hann ansi frjálslega upp á bakið á Sigurjóni en ekki dæmt boltinn út á Laval hérna Laval inn á teginn Sigurjón í tæklinguna Laval næra að komast í gegnum hana og reynir fyrirgjöfina Nikolás sem mættur og fyrir en einn hornspyrnan sem að Víðismenn fá hérna en einn önnur þá fylla liðin Martein Bjarki Rúnar ekkert öfundsverður hana í þessari þvögu að reyna að komast út í þetta og boltinn kemur þar inn og Bjarki slær hann yfir ekki margir möguleikar úr að velja fyrir Bjarka Rúnar hana Stefán sem að kemur hérna með aðra hornspyrnuna hérna á mjög stuttum tíma þá vill dómari leiksins aðeins eiga orð við mennina inn í teignum Elías Ingi lætur menn ekkert komast upp með neitt múður hérna hann þarf aðeins að ítrekka það sem hann sagði greinilega ég held að sé afar sjaldgæft að í þessari að svona þvögu sem maður sér mjög ofta að það sé enginn sem að að brjóta eitthvað af sér hvort sem að það sóknar eða varnarmenn kemur boltinn aftur inn á nærstöngina núna Andri skallar hann aftur fyrir vill meina að það hefur ýtt í baki á sér þarna en það ekki dæmt og núna kemur enn einn hornspyrnan og aftur samtal
Það Martins sýnist mér sem að skotspóninn. Hann stendur hérna bara við Bjarka, kemur ekki á óvart, dæmt á það núna. Hann það Andri sem að skallar frá. Laval nær að vinna þennan bolta á undan Nikolasi, sendingin frá honum eins og erfið fyrir Stefán. Stefán kemst hins vegar upp að endamörkum, gerir þetta virkilega vel, en þá kemur Sigurjón og vinnur honum boltan og vinnur síðan boltan Laval og setur hann út af. Og 20 mínútur rétt rúmar liðnar. Laval fær hann inn aftur upp að endamörkum, nær fyrirgjöfinni eða hvað? Nei, það gerir hann ekki. Bjarki bara snöggur að taka þetta. Engin pressa frá víðismönnum núna. Aron, út á Aron Inga. Aron síðan lyftir honum inn fyrir Andri með fínt hlaup, þetta óvinnalega. Hugmyndin góð. Andri þakka fyrir. Þetta Sigurjón vinnur boltan en setur hann bara beint á Einar Örn aftur. Sendingin fram á við Martins. Teitur nær að vinna boltan. Ekki var að skalla bolti hann, tók þetta á öxlina. Og allt víðisliðið á eigin vallarhelmingi hérna. Teitur allar samt í langan, skiptir hann bara yfir á vinstri á Aron Inga. Aron læðir honum inn fyrir, Óli Valur hérna kominn upp að endamörkum. Kemur fyrir gjöfuna, Nikolás nær að taka niður, leggur hann út á Ingimar Elí en þeir ná að stoppa þetta. En Káramenn vinna boltan aftur, Ingimar út á Aron Inga. Aron tilbaka á Ingimar. Stefán pressar á hann aðeins. Ingimar á Óla Val. Óli setur hann aftur á Ingimar. Ingimar komin inn á tegin. Ingimar komin upp að endamörkum en hann er hann að halda þessu. Nei, hann missir hann nóg langt frá sér þarna. Og boltinn aftur fyrir kannski fyrir einhverjum árum. Hefði hann haldið þessum inn á. En ekki í dag. Það er mjög áhugavert að eftir að víðismenn voru búin að halda hérna pressu í 2 mínútur á Káramönnum með í hvað mörgum hotnum, 4 hotspinnum, að þá bara bökkuðu þeir algjörlega frá þeim og í rauninni buðu þeim í heimsókn. Káramenn búin að vinna boltan aftur. Arnar Már nær ekki að finna andra hana. Viktorovits með sendingu bara beint á Aron Snæ. Óli Valur kemur og sækir boltan. Þá Aron Inga. Aron reynir að komast þarna fram hjá mótherja, það gengur ekki. Martins. Þar koma þeir hérna Stefán í skotið beint á Bjarka. Vel staðsettur þarna Bjarki. Bjarki Rúnar tvítugur á þessu ári. Kom upp í gegnum yngri lokkana hjá eins og flestir leikmanna Kára. Það var skipti yfir á mismunandi tímabilim. Nýjasta viðbótin hérna með boltan, Ólafur Valur Valdimarsson. Frábælega spila, Arnar Már, Aron Ingi utan á hann vinstra megin, Arnar ákveður að fara hinum megin, leggur skilur hann eftir fyrir Ingimar sem að fyrir skotið. Þetta er frábært mark hjá Káramönnum. Þvílíkt upplaup. Arnar Már hafði fullt af möguleikum og þegar allt kom til alls þá valdi hann sennilega hann hárrétta frábært skot hjá Ingimar Elí Hlynssyni sem að gjörsamlega neldi hann í fjærhornið. Hélt honum niðri, hann var bara í 20 cm hæð frá jörðu alla leið.
Það ekkert einfalt mál endilega, virkilega vel gert og Káramenn komnir yfir eftir 25 mínútna leik, eða 26 skulum við segja. Frábærlega gert. Og þá koma Víðismenn. Guðmundur í smá vandræðum hérna og Fylkir búinn að vinna boltan, brotið á honum hér alveg klárlega og það rautt spjald á loft held ég alveg örugglega á Arnór, ekki spurning. Fylkir hefði klárlega farið hérna inn í gegn og Arnór gerði sér sekan hérna að missa boltan. Fylkir og Káramenn með fína pressu og en brotið fyrir utan teig, þannig að Arnór þarf að bíta í það súra epli, fá rauðaspjaldi hér rétt eftir að Káramenn komist yfir og nú verður þetta væntanlega erfitt fyrir gestina. Arnór þarf nú að fara eitthvað lengra heldur en hann farinn, held ég alveg örugglega. Spurning hvað dómaratríóið gerir. Það löng leið fyrir hann að fara frá vallarsvæðinu. Það á ekkert vera hérna neitt í námunda við völlinn í rauninni. En það sé ekkert annað í boði en að fara bara kannski býða hann sæti hérna hjá mér. Það Andri Júl, engin annar sem að færa held ég að taka þessa aukaspyrnu. Aron Ingi þó að gera sig gildandi hérna. Þetta bara rétt fyrir utan vítateig. Aron hleypur yfir hann, Andri fer í skotið og það Laval sýndist mér sem að bjargar hérna. Helgi var nú alveg með þennan bolta. Það var í rauninni allt og stutt færi þannig séð til þess að ætla sér að setja hann yfir vegginn. Þannig að mig gruni að hann myndi reyna við markmannshornið sem hann gerði. Aron Ingi setur hann inn á teginn, en á að skalla frá. Boltinn dettur fyrir Ingimar sem hann fer aftur í skotið, nær að halda hann niðri en beint í Martins og síðan brýtur hér Teitur á Aroni Frey og væntanlega gult spjald á Teit. Þetta mér fullkomlega eðlilegt. Brotið ekki gróft en þetta var það sem að svona að íslensku myndi kannski útleggjast sem fagmannlegt brot. Professional foul, hann var að stöðva hérna hraðasókn, tók það niður og réttilega dæmt aukaspyrna og guldspjald á Teit Pétursson. Og sýnist mér nú samt Víðismenn ætla sér að bara þetta í tveggja hafsenda kerfi. Sigurjón vinnur þennan skallabolta. Laval Ingimar kemst í þetta, sendingin tilbaka Aron með þetta og boltinn síðan frá Bjarka út á Aron Inga. Teitur á Ingimar á Sigurjón. En varnarfærslurnar sem fyrr ansi vel þjálfaðar og góðar hjá Víðismönnum. Gerir lítið annað en að þétta þá ennþá meira tilbaka að missa þarna mann. Sigurjón, hann rekinn tilbaka. Martins komin hérna út aðeins vinstra megin. Aron Snær staðan 2-0 fyrir HK gegn Þrótti Vogum. Stjarnan komin yfir gegn Fjölni 1-0. Ennþá 4-1 fyrir KR gegn Keflavík, ennþá 4-1 fyrir FH gegn Grindavík og aðrar tölur ekki aðgengilegar, ekki fyrir mig allavega. En kemur þær ef þær detta inn.
Hálftími liðinn. Sigbolti út af og innkast. Óli Valur á Ingimar. Sýnist þeir hafa nú svo sem aðeins skipta lítið hlutverk eða Óli Valur á aðeins meira framlíkjandi en það var í upphafi leiks. Í rauninni Arnar Már svona frekar svona framalega fyrir framan þá tvo svona meira heldur en í þessari þríðningslaga miðju hjá þeim. Kemur spilna frá Helga. Teitur vinnur hennan bolta. Fylkir nær ekki að valdi á boltanum. En Guðmundur nær ekki að finna samherja heldur. Ingimar snýr sér kringum Martins þarna, gerir þetta vel. Sigurjón tilbaka á Ingimar Elí. Baka á Teit. Þá falla Víðismenn tilbaka. Sigurjón með slæma sendingu beint á Aron Frey. Aron Freyr fer í árásina. Teitur til varnar. Kemst inn fyrir Teit eða hvað? Nei, Teitur nær að reka hann út til hliðar. En Aron nær að koma boltan síðan fyrir markið og skot síðan frá Guðmundi. En það er máttlaust og beint í hendurnar á Bjarka. Átti ekki neinum einustu vandræði með þetta. Það var það Óli Valur. Andri nær að snúa. Andri reynir að læða honum inn fyrir. Nikolás var á ferðinni þangað. En á að stoppa það en Káramenn aftur konur á boltan. Óli á Andra. Hann setur hann inn fyrir. Þetta er oframalega fyrir Aron Inga. Ekki sáttu með sig þarna Andri. Helgi býr sig undir að spilna ára markinu. Spilna á honum, Aron Snær. Þeir eru búin að vinna baráttuna í loftinu. Þeir eru Aron Snær og Teitur hingað til. Vel gert þarna en Aron Snær nær að trufla en þarf að gefa hornspyrnu hins vegar. Sýnist að vera Viktorovits þarna sem að var að ógna. En þetta eru svona bestu möguleikarnir fyrir Víðismenn núna eins og staðan er. Þessar hornspyrnur hafa verið hættulegar. Stilla nú aðeins öðruvísi upp núna. Fyll ekki Martein eins og gerði áðan. Kemur boltinn út í teginn. Ingimar Elín er að skalla þetta frá. Fylkir er síðan fyrstur á annan boltan. Setur hann langan. Nikolás eldir. Laval gerir það líka. Nikolás pressar á Laval hérna. Laval gerir þetta vel og nær sér síðan í aukaspyrnu hérna. Gerir þetta mjög skynsamlega. Obafemi Laval hérna. Með langa bolta yfir Aron Ingi, skallar þetta upp í loftið. Stefán og Aron Fylkir síðan. Brotið á Fylki, engin hagnaður, enga spinnan dæmd. 10 mínútur tæpar eftir að fyrri hálfleik. Staðan 1-0
með glæsilegu marki frá Ingimari Elí Hlynssyni á 27. mínútu. Teitur sér hérna hlaup hjá Andra Júl, Andri kominn inn fyrir, á undan Helga, lyftir honum yfir Helga og í netið og Andri Júlíusson búinn að koma Káramönnum í 2-0. Frábær sending, frábært hlaup, þarna náðu þeir að tengja Teitur og Andri. Small algjörlega, búinn að reyna nokkra svona en sendingarnar hingað til hafa verið yfirleitt of langar en þessi var algjörlega frábær, fullkominn. Gott ef hann var ekki smá bakspunni á þessu líka, þannig að boltinn datt mjög þægilega fyrir Andra sem að afgreiddi þetta fagmannlega í netið yfir Helga Bergmann í markinu. 2-0. Og enn verður brekkan brattari fyrir gestina. Þetta er fyrsti leikur Víðismanna í þessum riðli. Víkingur Ólafsvík með sigur hérna síðasta föstudag. KH sigraði síðan KFS líka síðasta föstudag. En Stefán rekinn tilbaka. Sendingin þarna frá Birki ekki góð. Andri Júl að sleppa í gegn aftur. Helgi hikar í markinu og það er brotið á Andra hér. Og nú er spurning hvað verður. Andri var á leiðinni í gegn þarna. Og nei, það er gult að þessu sinni. Stálheppinn þarna Jökull. Maður velti fyrir sér ef að hefði ekki verið komið eitt rautt spjald áður að hvort að þarna hefði við litur verið annar en hvort hann var að taka af honum upplagt marktækifæri, það er erfitt að segja. Hann var ennþá töluvert frá markinu en já, gult var það og ég held að allir séu nú bara algjörlega sátti við það. Það verður Káramenn ekkert að biðja neitt meira. Og Andri fær annan séns hérna á aukaspyrnu. Þetta er lengra færi en áðan en að hann væri víst til þess að reyna að fara yfir vegginn núna. 3 manna veggur og einn auka. Andri fer í skotið og þetta er í vegghornið en Helgi Bergmann mættur. Fínt skot hjá Andra. Sýndi það nú að setja hann bara í kringum vegginn, ekki yfir hann. Það er Fylkir Jóhannsson sem að tekur hornspyrnuna. Kemur inn á nærsvæðið, hreinsar frá af Birki Blæ. Óli Valur, lípra takta hérna. Einstaklega teknískur en Ólafur. Ingimar skiptir út á Sigurjón sem er hérna upp í hægra horninu. Sigurjón Laval gerir þetta vel. Nikolás eldir hann og næra að hægja á honum. Birkir, vel gert hjá honum. Pláss hann upp í vinstra hornin, sendingin ekki nógu nákvæm og Aron Freyr nær ekki þessum bolta. Þrátt fyrir góðan vilja. Og nettan ásetning. Og þessi sending frá Ingimar tilbaka hann á Sigurjón út af. Og Laval sem að tekur yngastið tilbaka á Einar. Einar yfir á Arnór. Jökull, það var Arnór sem var ekki út af á hann. Það fer Viktorovic
fýtt sprettur í honum, nær að halda þess inn og gerir það, nei, eða hvað? Nei, boltinn hefur verið farin út af, en fínasti sprettur hérna hjá Cesari Viktorovic. Aron Freyr vill fá sitt lið framar á völlinn hérna. Lítið framar eða tegist svolítið á því. Myndast hérna stærðarinnar glufa á milli varnar og miðju. En Káramenn fara sér engu óðslega. Eins og góðu maður sagði ótt og títt. Óli Valur. Ingimar Arnar Már á Andri síðan inn fyrir Nikolás að sleppa í gegn. Helgi út úr markinu, hann á undan Nikolás eða þeir lenda saman og auka spyrna dæmd, já, og gult spjald á Laval. Hann hefur væntanlega metið það sem svo að hann hafi farið í bakið á honum þarna, en Nikolás og Helgi lendu þarna saman af nokkuru afli og Nikolás liggur eftir, en það er alveg vitamál að Helgi náði boltanum. En Elías Ingi dómari sá þarna hrindingu greinilega, ég held að hljóta hafi verið það á Laval og Helgi víðismenn ekki sáttir við þessi málalogg. Það kom, já, ég veit ekki hvort þetta kom öllum á óvart reyðlega, en allavega mér. Þetta er svona aðeins að detta niður, þessi Úlfar þittur hérna, og já, ég vil ekki veðja á Aron Inga núna hægra megin. Andri getur ekki alveg einokað þetta svona. Þó að báðar hans spyrnur hingað til að hafa verið ansi góðar, og þá held ég að Aron Ingi láti ekki segjast núna. Nú er komið að því. Aron Ingi Kristinsson leipur að boltanum. Hann fer í skotið í markmannshornið. Helgi slær þetta út í teginn og síðan hreinsaði þetta frá Jökull. Hreinsaði þetta frá hana. Óli Valur á Aron Snæ. Aron yfir á Sigurjón hérna út í hægra megin. Ná Teit. Teitur lyftir þessu yfir á Óla Val. Nógu tími hjá honum. Finnur Andri. Kemur honum hann fram, en ekkert dæmt á þetta, nei. Bara innkast. Aron kemur þetta skemmtilega, hann er ekki sendingunni á Samerja. Út af fer hann. Síðan fyrir hálfleikur hérna að renna sitt skeið. Eflaust einhverju örlitlu bætt við og náttúrulega smá tafir við rauðaspjaldið. Andri inn á Óla Val. Óli gerir þetta vel. Óli aftur út á Andra. Andri gerir þetta frábælega, komin inn fyrir, en Martins komin til að hjálpa. Andri er ennþá með boltan hins vegar. Út á Aron. Aron á Fylkir á Andra. Andri brotlegur síðan hér. Jökull Örn varð á vegi hans þarna.
Kemur langur bolti fram, Aron reynir að flikka honum inn fyrir að Martins gengur ekki og boltinn rennur aftur til Bjarka Rúnars og þá flautað til hálfleiks. 2-0 staðan hér, frábær mörk 2 hér frá Ingimar Elí Hlynssyni og Andra Júlíusinni sem að skilja liðin að. Arnór Björnsson fekk rauða spjaldið hjá Víðismönnum hér miðjan hálfleikinn eða svo og en þannig staðan akkurat núna. Við ætlum að taka okkur hlé hérna líkt og leikmenn og dómarar og komum aftur með síðari hálfleikinn hérna eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Já, velkomin aftur með okkur hérna. Örn Arnarsson heilsar ykkur hér úr Akraneshöll. Kári Víðir, staðan 2-0 í hálfleik og það er skipting hjá Káramönnum. Haraldur Stulluson að koma inn á og hann kemur inn á fyrir Ólafar Valdimarsson. Aftur fær hann hálfleik. Leiklokið hjá HK og Þrótti Vogum, þar endaði leikurinn 4-0 fyrir HK. Staðan í hálfleik hjá Fjölni og Stjörnunni er 1-0 fyrir Stjörnuna og leiklokið hjá KR og Keflavík, þar endaði 4-1 líka hjá FH og Grindavík, sömuleiðis 4-1 loka tölur þar. En það eru Káramenn sem að hefja leik hér. Tók nú ekki eftir skiptingu hjá Víðismönnum. Sýnist þeir vera með óbreytt lið. Vissulega 10 gegn 11. Og já, einhver smá rekistefna hjá dómaratríónu. Það virkar ekki talstöðin. Það er eitthvað smá ves á því. Já, þeim. En liðið hjá Káramönnum er þá þannig skipað núna í upphafi síðari hálfleiks. Bjarki Rúnar er enn í markinu og Sigurjón Ari, Aron Ingi Kristinsson í sitthvorum bakvarðarstöðinni og Aron Snær Guðjónsson og Teitur Pétursson í miðvörðunum. Á miðjunni Ingimar Elí Hlynsson og þá Haraldur Stulluson núna og fyrir fram þá Arnar Már Kárásson og fremstu þrír Nikolás Ísar Bjarkarsson, Andri Júliusson og Fylkir Jónsson. Hjá Víði er Helgi Bergmann í markinu. Aðra leikmennur Óbafemi, Val, Birkir Blær, Guðmundur Marinn og Aron Freyr, Stefán Birgir, Kristoffer Martins, Cesari Viktorovits, Jökull Örn. Arnór Björnssoni var vikið af leikvelli í fyrri hálfleik og Einar Örn Andersson einnig þetta er liðin sem að hefja síðara hálfleikinn og það eru Káramenn sem að byrja með boltan. Voru svona hægir í gang Káramenn en sýndu ákveðin gæði í þessum mörkum. Markið frá Ingimar Elí byrjaði að trenda á samfélagsmiðlum, hefur mér skilist. Enda stórglæsilegt. Kemur pressan frá Víðismönnum núna. Guðmundur pressar hérna vel á Aron Inga sem að setja boltan út af. Viktorovits snöggur að kasta þessu inn á Aron. Og boltinn tilbaka, Einar. Finnur Stefán inn á miðjunni. Rekkan tilbaka aftur á Einar. Birkir í baráttu þarna við Arnar Már og Arnar Már hefur betur. Nikolás síðan, Arnar Már í baráttu við Lavala þessu sinni. Arnar Már hefur betur en tapar boltanum. Ég kíkti einmitt á aðeins á upptökuna frá því þegar Laval fékk gula spjaldið hérna í fyrri hálfleik. Þegar að Martins að komast hérna upp að endamörkum, setur boltan fyrir Aron Snær, skalla frá. Aron með frákastið en kemur Viktorovits á Stefán aftur á Viktorovits í fyrirgjöfina inn á fjársvæðið og það er Martins sem hann nær skallanum hérna. En já, þarna þegar að Nikolás og Helgi Bergmann lentu í samstöðu þarna að Helgi virtist ná að hreinsa boltan frá þegar að Nikolás var að sleppa í gegn. En öllum óvörum að þá var það Óbafemi Laval sem að fékk gulaspjaldið og aukaspyrna dæmd og við nánari skoðun þá kemur í ljós að Óbafemi er að fá þetta spjald og aukaspyrnu dæmda fyrir
svona að íta í bakið á Nikolás sem hérna komin inn á tegin í baráttu við Obafemi Laval en hann að koma þessi í horn og það sýndist mér grunaði að hlýta að vera eitthvað svo leiðis og allavega með við upptökuna sem að ég var að skoða hérna áðan að þá held ég að þetta hafi verið rétt Helgi vissir að náði boltanum og var á undan í boltan en Obafemi fór í bakið á Nikolási sem var til þess að hann í rauninni lendi í þessu samstöði við Helga það Haraldur sem að tekur hotspinnuna núna yfir alla Ingimar Elí tekur hann á kassan fyrir skotið þegar hann var reynsa þetta frá og Aron með sendingu tilbaka hana en á að halda þessu inn á og reynsa þetta fram Teitur fyrstur á boltan Ingimar á andra hann á Fylkir hann fer í skotið sá hann að fjærhorni galopið ætla að snúa hann hann í skeitin fjær en tókst ekki og við heyrum ég veit ekki hvort ég heyrið þetta heim í stofu en greinilega alveg öskrandi blíða hérna úti magnaði í þessu húsi hvað veður farið magnast upp hérna þegar það svona en hann var voða glaður að vera hérna innan hús þessi leikur væri allt annar ef að hér væri ennþá bara malavöllur svo var hérna í den en nútíminn yndislegur fyrir fótbolta menn og áhuga menn þá var það Víðismenn sem hefði innkast Stefán skiptir yfir til hægri Viktorovic kemst óvareittur hérna Aron reyndar lokar á hann núna hérna Viktorovic kemst inn fyrir Aron nær fyrir gjöfni hérna inn á fjær og Sigurjón næra trufla Martins hérna Nikolás gerir þetta vel reynir skiptinguna yfir til vinstri í mótherja og Víðismenn vinna boltan það kemur smá pressa frá Káramönnum Fylkir eltir þennan Helgi reynsar þetta frá beint á kollin á Nikolási sem týnir boltanum í augnablik hana Laval mikil barátta milli þeirra félagana hana enda sem með því að Andri Júliusson brýtur á Laval Birkir baka á Helga áhugavert báðir markmennir í byrjunleginu hér í kvöld þetta 2002 Arnar Már gerir þetta vel hann sterkur þyngdarpunkturinn lágur eins og hjá föður hans Ingimar yfir til vinstri á Aron Inga Aron Ingi horfir inn á teig, kemur með hann fastan fyrir inn á fjær og þetta beinu klaufalegt þarna Arnar Már missir af honum Andri Júl fær hann eiginlega hálfpartinn í sig og Helgi ver og þá koma Víðismenn Aron kominn hérna inn á teginn Aron tekur skærinn, fer í skoti nei, þetta fyrirgjöf og hún siglir þvert fyrir markið og út af hliðalínu hinum megin og já, innkast sem Víðismenn eiga sennilega hvort að Bjarki Rúnar hafi þá snert boltan hana það Einar Örn sem ætlar að taka þetta innkast kemur með hann langt inn á teginn Guðmundur vinnur skallaboltan en fleytir honum bara aftur fyrir og markspinna frá marki Káramenn já komist í 2-0 gegn Víking Ólafsvík hérna síðasta föstudag en á bara einhverjum 40 sekúndna kafla náðu Víkingar að jafna metin og þetta engast og framalega
Viktorovic á Stefán gerir þetta ágætlega. Ingimar Elí lokar á hann, Arnar Már síðan kemur og þessi út af og innkast sem að Víðismenn eiga. Stefán á Aron gerir þetta vel, leggur hann út í tein, nei þetta er Aron í skotið, Teitur fyrir. Víðismenn aðeins að minna á sig hérna, einum færri. Arnar Már gerir þetta vel. Guðmundur leggur hann út, finnir ekki samherja. Haraldur með tæpa sendingu þarna. Stefán vinnur boltan vel, fer í skotið og skorar 2-1. Þetta kemur, þarna er eitthvað kæruleysi að svona grípa sig þarna hjá Káramönnum og Víðismenn einum færri búnir að klóra sig inn í leikinn. Ekki 10 mínútur liðnar hérna af síðari hálfleik og Víðismenn bara sjá glætu. Káramenn þurfa að passa sig hér. En menn ákveðnir hérna. Stefán vann boltan vel. Þetta var virkilega vel gert. Í rauninni lagði hann fyrir sig bara nánast með tæklingunni hérna og skotið hnitmiðað óverjandi fyrir Bjarka Rúnar. Og þetta er orðið leikur aftur. Aron Inga. Aron lyftur þessu inn fyrir Fylkir í hlaupinu, kemst fram fyrir Viktorovic þarna, leggur hann tilbaka á Andri kominn inn á teginn upp að endamörkum, setur hann fyrir hérna með vinstri, við pasta niðri en Víðismenn koma þessi frá, ekki langt þó. Ingimar tilbaka á Aron Snæ og Arnar aftur á Aron Ingi inn á teginn, aðeins svo framalega fyrir Harald og Helgi Bergmann Helgi spyrnir frá markinu. Stefán skiptir yfir, ætlar þetta Martins, finnur hann með smá viðkomu hjá Sigurjóni. Martins rekinn tilbaka, Nikolás að djöfla stíðanum að það, Martins nær að halda boltanum en þessi sending beint á Aron Inga og Jökull á undan Andra hann í boltanum. Þá er skipting hjá Káramönnum, síðast að vera Gabriel Valgeirsson sem er að koma inn á hér. Gabriel Ísak Valgeirsson kemur inn á fyrir Aron Inga Kristinsson. Gabriel sonur Valgeirssonar, stór dómara hér á árum áður, já ekki eins og fyrir það löngu síðan. Einum allra besta dómara sem að Skagamenn hefa halið af sér. En Gabriel fættur 2003, 19 ára á þessu ári. Hann fær hérna boltan fram á Andri hefur nógan tíma til að snúa hér, skiptir síðan blind yfir til hægri, þá er Sigurjón mættur hérna, kemur boltanum fyrir markið. Haraldur fyrstur á boltan en missir hann frá sér og aftur fyrir og einhver smá pirringur hérna milli manna. Elías leifir mönnum bara ekki að komast upp með neitt svoleiðis sko. Það er ekkert í boði. Elías búinn að dæma þennan leik vel, ég ætla bara að segja það. Guðmundur tekur hann niður á Viktorovic en loka á hann. Viktorovic á Guðmund og brotið á honum.
Já, Káramenn að byrja þennan síðari hálfleik ekkert ósvipað og þann fyrri, einhvern veginn ekki alveg að tengja. Stefán Birgir spyrnir inn á teginn. Boltinn dettur niður hérna og Sigurjón setur hann aftur fyrir og Víðismenn vilja fá eitthvað vítaspyrnu fyrir hendi. Gaman að sjá að Stefán sem var manna lengst frá þessu tók sprett inn að dómaranum til þess að hann sá þetta greinilega. En allavega mistu þeir af þessu ef það var, og ef þeir mistu ekki af því þá var það einhver ákvörðun tekin að þetta hef ekki verið viljandi hendi væntanlega. Þessi regla hendi eða ekki hendi verður sífellt flóknari og erfiðari við að eiga. Víðismenn með hotspyrnu hér, Stefán inn á teig, Bjarki Rúnar nær að handsama þennan nokkuð auðvitað. Bjarki spyrnir langt frá markinu, Sigurjón á hlaupinu, Laval á undan í boltan, Fylkir, nei, hann ekki til boltans. Aron Freyr, Andri pressa vel á hann hérna en þeir Káramenn ná ekki valdi á boltanum. Laval með langan bolta beint á Teit sem að teka hann bara niður, finnur Ingimar, hann á Sigurjón pressa á hann hérna. Sigurjón og brotið á honum síðan hérna. Geta Káramenn aðeins andað. Teitur með langan bolta, Andri með hlaupið fyrir vörnina, hann er að fleyta honum beint á Nikolás og Nikolás fellir við í teignum, ekkert dæmt hins vegar. Já, þetta er erfitt, menn á mikilli ferð og öxl í bak, það er erfitt að meta það sem dómari. Laval kemur hérna á ferðinu upp, það er aðeins að lifna yfir þessu hérna. Laval kominn fram hjá Arnari Már sem að brýtur á honum og nælir sér í gult spjald. Réttilega spjaldaður hérna Arnar Már. En Víðismenn konum með eitthvað svona vind í seglin hérna. Káramenn þurfa að svara þessu. Þeir ætla ekki að missa þetta niður enn frekar. Enn er það Stefán sem að tekur spinnur Víðismanna. Stefán inn á teginn, Teitur skalla frá. Barðum boltan. Jökull, Ingimar til varnar, Ingimar kemst fyrir þetta og Jökull nær síðan að skílunum og út af og þá er hotspyrna frá hægri. Kemur boltinn hérna út fyrir teginn, Viktorovits inn á teginn, síðan beint í fangja á Bjarka. En Bjarki hefur enga möguleika á að koma þessum bolta fram á við. Hann tekur þetta stutt, Fylkir nær að snúa tilbaka á Teit. Káramenn að spila þetta bara rólega sínum milli hérna og reytir á eigin vandræðarmingi. Aron á Andra, hann á Arnar, hann kemur Gabriel utan á. Gabriel nær fyrir gjöfunni, beint á Jökul, eða er það Einar? Það er Einar, já. Birgir Haraldur vinnur á hann boltan. Setur hann á Andra, Andri langar í skotið, finnur það ekki, fellur við. Ekkert dæmt hins vegar. Aron Snær búinn að vinna boltan aftur fyrir Káramenn. Finnur Fylki. Þetta er betra að vera Káramennum en samt Stefán
búin að eiga frábæran leik hérna frábæri taktar hérna Stefáni fellur síðan við, ekki dæmt leikurinn að fá að fljóta núna ansi vel. Ingimar Sigurjón kemur utan á hann. Sigurjón rekinn tilbaka af Laval hana. Þannig Ingimar á Aron Snæ. Gabriel með pláss hérna. Gabriel ætti að ná fyrirgjöfni núna hérna. Kemur með hann fyrir, skalla frá. Á Aron. Hann finnur Laval. Gleðilegt þarna hjá honum en næra halda boltanum. Nikolás brýtur síðan á honum hérna. Og Viktorovits næra halda þessum inn á. Og Stefán. Allt í öllu núna hérna hjá Víðismönnum. Vel gert hjá Gabriel, stóð bara á bein þarna. Virkilega góð varnarvinna þarna. Arnar Már snýr við, setur hann á Ingimar. Þetta er erfitt. Ingimar sterkur þarna. Tæft spil hérna hjá Káramönnum. Aron á Gabriel. Aron yfir á Teit. Teitur sér hlaup hérna hjá Gabriel. Gabriel svona erfur hérna. Haraldur utan á hann, finnur Fylkir lyftur þessu yfir. Þetta er erfitt fyrir Nikolás sem kemur hann þó á andra en vel gert hjá Einari. En Víðismenn á að koma þessu frá. Martins og frábær tækling hann hjá Sigurjóni og þá kemur skipting hjá Víðismönnum. Það er Birkir Blær Laufdal Kristinsson sýnist mér sem er að koma af velli. Og það staðfest innan skams hver kemur í hans stað. Káramenn búin að vinna boltan aftur. Andri inn á miðjunni. Missir hann frá sér hérna. Martins á Stefán, lyftir honum fram á Viktorovits. Arnar Már vinnur vel tilbaka hérna og vinnur á honum boltan, setur hann út af. Martins. Gabriel í bakinu þarna, nær að snúa. Finnur Viktorovits kemur boltanum inn á teiginn, beint á Ingimar Elí. Ingimar með frábæra snúning hérna. Gabriel á Fylki sem að missir að boltanum. Aron. Ná Viktorovits, en þessi sending allt og löng. Það var leikmannum 22 sem að kom inn á hjá Víðismönnum, Kristoffer Orri Magnússon. Tvítugur strákur. Og já, það eru ennþá 23 mínútur rúmar eftir og dómarinn fann að reka á eftir Bjarkarúnari við markspyrnurnar. Greinilega aldrei og snemmt að byrja á því. Fjölnismenn búin að jafna gegn Stjörnunni, þannig staðan 1-1. Engin uppfærsla á leik KH og IR eða Þróttar og Ægis. Kemur boltinn inn á teiginn. Viktorovits skallar þetta frá og Andri Júl brýtur af sér hérna. Aukaspyrna dæmt og önnur skipting hjá Víðismönnum.
Að þessu sinni það Obafemi Lawal sem að kemur að velli. Hamed Obafemi Lawal kemur að velli. Þá virðast þeir vera að fara í bæta við Hafsend hérna fyrir bakvörðinn og það Sigurður Karl Gunnarsson sem er kominn inn á. Hann með sendingu hérna út á Kristoffer, varamennir. Kristoffer með smá plás, Ingimar Elí kemst inn fyrir hann og Nikolás kemur til hjálpa Kristoffer, nær að halda þessu, kemur hann á Stefán, fær hann aftur en missir séðan boltan og Sigurjón lyftir þessu fram í áttina Andra en Sigurður fyrstur á boltan. Haraldur tilbaka á Nikolás og innkast sem að Káramenn vinna. Svona þekkjandi mína menn að þá væri voðalega svona þægilegt að fá eitt mark fljótlega frá Káramönnum, aðeins að lengja leiðina fyrir Víðismenn. En Víðismenn vel inn í þessu leik og í rauninni ekkert endilega að sjá að þeir séu manni færri hér. Kemur langur bolti fram, Andri eldir, Sigurður Karl með skrefið á hann nær að snúa hann af sér og vel gert hjá honum. Finnur Einar hann á Kristoffer. Kristoffer er frið til að snúa hérna, kemur með hann langan fram á Guðmundur gerir þetta ágætlega en missir boltan út af. Ingimar tilbaka á Aron Snæ. Aron með langan bolta fram. Enginn á hlaupum þarna. 20 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Aron Snær vinnur þennan skallabolta hérna. Arnar Már nær ekki að finna Ingimar. Stefán beint á Gabriel. Arnar Már leggur þá á stað hérna, vinnur innkast. Og þá skipting hjá Káramönnum. Og það Fylkir Jóhansson sem að fer af velli. Og þá færir Nikolás sig yfir til hægri að Ragnar Már Lárusson sýnist mér sem að koma inn á fyrir Fylki, kemur þá inn á hægri kant, ger ég ráð fyrir. Og kemur loksins innkastið á Gabrieli á Andri reynir að koma honum yfir á Ragnar, gengur ekki. Sigurður á Helgi út til hægri, Martins kemur og nær þessum á Guðmund, hann á Aron og Haraldur brýtur á honum og réttilega dæmd aukaspyrna. Sigurður út á Einar reynir að
finna Stefán að það en Ingimar Elí á myndi en yngast sem að Víðismenn fá. Teitur hinsar þetta frá, beint á Andra. Nikulás leggur á stað, sendingin frá Andra inn fyrir Helgi Bergmann út úr teignum. Kemur þessu frá, en Nikulás nær að halda þessum inn á. Helgi aftur komin í markið. Nikulás fer í árásina, kemst fram hjá Viktorovic, fer í skotið en yfir markið. Ágætis hugmynd þarna hjá Nikulási. Þetta er það, já, nánast eina færi Káramanna hérna í síðari hálfleik. Nikulás fyrstur í þennan skallabolta, Guðmundur í annan, Martin síðan þriðja, Aron tekur síðan fjórðaboltan upp í hornið, engin rangstað þarna á Stefán. Stefán komin upp að endamörkum, reynir fyrir gjöfina, Aron Snær nær að loka á það. Það vantar ekki hæðina í Víðisliði hérna. Kemur boltinn inn á fjær. Þeir vinna fyrsta boltans. Bjarki Rúnar stór og mikill þarna. Veiðir þennan af kollinum á Einari. Kastar þessu síðan út hérna á Sigurjón. Sigurjón fram á Ragnar Má. Ragnar Martins tæklar boltan, já, í Ragnar og aftur fyrir. Korter eftir. Aron Snær vinnur þennan skallabolta, Gabriel síðan áfram, Arnar Már. Smá skallatennis hérna, Ingimar tekur hann niður, leggur hann á Sigurjón. Sigurjón og Harald. Haraldur upp í hornið, Ragnar Már. Ragnar Már í fyrsta fyrir en það fer aftur fyrir markið. Aron gerir vel í að sækja þennan, brotið á honum síðan. Og þá er, já, tvöföld skipting hjá Káramönnum. Inn á koma Ellert Lár Hannesson og Davíð Freyr Bjarnason. Sigurjón og Arnar Már að fara að velli. Ellert Lár fæddur 2004, 18 ára. Davíð Freyr 2002. En Víðismenn með möguleika hérna. Stefán með langa spyrnu inn á vítategin. Þeir vinna fyrsta boltan en Bjarki hikaði þarna eðlilega kannski. Einar Örn kom þarna á ferðinni, náði þó ekki boltanum. Já, Jökull sýndist mér sem að vann þennan skallabolta. Bjarki spyrnir út til vinstri, Ellert reynir að vinna fyrsta boltan, gengur ekki. Stefán gerir það. Finnur Aron og fær boltan aftur síðan
vel gert hjá Teiti. Andri hefði nú mátt láta henn að fara hana. Andri aðeins og lengja þessu. Martins leita Kristóferi hana en Davíð vinnur boltan. Davíð rennir honum upp í hornið, allt og langt fyrir Ragnar Má. Og þá er skipting hjá Víðismönnum. Það er Martins sem að fer af velli, Kristóf á Martins sem fer af velli. Og inn á í hans stað kemur Árni Gunnar Þorsteinsson með 24. Stefán í skoti, það er vel yfir markið. Vil endilega hvetja ykkur sem er að horfa á þetta á YouTube endilega muna að íta á subscribe hnappinn, gerist þið áskrifundur að YouTube brásinu okkar. Þá þurfum við aldrei að missa af neinu sem við sýnum frá. Kemur fínn bolti hérna inn fyrir á Nikulás. Nikulás í mikilli baráttu, en rangstæða dæmd á hann hér. Og eins minni ég á heimasíðun okkar iatv.is þar sem að er að finna upptökur af öllum okkar útsendingum frá upphafi og fleiri upplýsingar meðal annars útsendingar sem að framundan eru. Og auðvitað hvet ég ykkur til að fylgja okkur á Facebook, Twitter og Instagram. Það ætti að geta fundið okkur að IA_sjónvarp eða einfallega leita bara að IATV, þá ætti það að finna okkur þar. Aron tekur enga á þetta hérna, setur hann bara út af 10 mínútur eftir. Víðismenn ennþá í bullandi möguleika hérna í þessum leik. Já. Svo velti beint í Nikulás, sendingin tilbaka, ekki nákvæm beint á Stefán. Og komaður Einar Örn hérna út á Kristófer. Aftur tilbaka á Stefán. Stefán Káralið mjög aftalega núna. Allir nema Andri, það er bara 2 línur hérna rétt fyrir framann vítateiginn. Það getur verið varasamt, ekki það, þeir eru snöggir fram. Teitur gerir þetta vel, kemst í boltan hérna, setur hann langan fram. Andri er fyrstur á hann en finnur ekki samherja. Og en það er skipting. Elís Már Gunnarsson er að koma inn á, var nú reyndar bara komin inn á. Og fyrir hvernig er það? Guðmund fyrirliða sýnist mér. Elís Már komin inn á. Víðismenn gera hvað þeir geta til þess að fá stig út úr þessum leik hérna. Káramenn þó ennþá með Pálmann í höndunum. Þurfa að passa sig. Teitur með langan bolta fram. Andri sterkur hérna. Það er aukaspyrna á þessu sinni. Og guldspjald. Andri nær að fiska guldspjald á Einar Örn hana sem var að þvælast fyrir.
og þetta haldið áfram, skriffinskan búinn. Teitur með langan bolta fram upp í hægra hornið á Andra. Sigurður Karl gerir vel, stekkur yfir hann og skallar út af. Andri fær hann úr innkastinu, kemur hann inn á tegin, inn á nærsvæðið. Þarna voru samskiptin blessunarlega fyrir Víðismenn góð og skýr. Gabriel gerir þetta virkilega vel og nei, hann er ekki að vinna hornspyrnu fyrir Kára. Og Helgi spyrni frá markinu. Beint á Gabriel sem að finnur Nikolás. Mikill í baráttu við Viktorovic hérna. Nei, við Stefán. Nei, þetta er Viktorovic. Og ja, bara það er aukaspyrna, það hlaut að vera. Tilbaka á Jökul. Káramenn búin að vera ansi passífi núna, leyfa Víðismönnum að setja pressa á sig. Langur bolti upp í hægra hornið, Aron heldur þessum inn á. Fer í árásin á Gabriel, kemst fram í honum, setur hann út í tegin, fastan. Beint yfir á Kristoffer sem að tekur hann á kassan fyrir skotið. Teitur hreinsar frá, Einar Örn. Davíð í baráttu við hann, nær á hann á boltanum. Davíð finnur Harald sem að missir á honum aðeins. Og Jökull út til hægri, allt og fastur fyrir Aron. Hún liggur Gabriel ekkert á. 5 mínútur nákvæmlega núna eftir að venjulegum leiktíma. Gabriel kastar fram, Haraldur fleytir því áfram en Víðismenn vinna boltan. Stefán Teitur kemur þessu frá. Elís vinnur hann fyrir Víði. Stefán fær Elís fara nattur, Nikolás komið með hann, finnur Andra, Andri leggur hann tilbaka, finnur ekki Ellert en þessi sending frá Víði hjálpar þeim ekki neitt. Sveinbjörn Hlöðvinsson að leita að sínu fyrsta sigri hérna á þessu tímabili sem þjálfari í fjarveru Ásmundar. Bjarki út til vinstri, Aron stekkur hæst, skallar þetta út af. Gabriel á Andra, Andri tekur hann blind yfir allt og einarlega fyrir Ragnar Má. Hugmyndin ágætt. Spurning hvort að Aron leifir þessum ekki bara að fara út af. Jú, hann gerir það. Örfá sekundur vinnast þarna. Árni Gunnar gerir þetta brúmanlega, stillir boltanum upp fyrir Bjarka sem að þakka pent fyrir sig og finnur Aron Snæ sem að losa hann fram, beint á mótherja. Langur bolti yfir til hægri, Einar Örn skallar þetta fram. Það er Kristoffer aftur á Einar sem að kemur utan á hann hérna. Ragnar Már eldir og fer í bakið á honum og brýtur á honum hér rétt fyrir utan vítategin og gult spjald á Ragnar Má. Og aukaspyrna á stór hættulegum stað sem að Víðismenn fá. Erum við að fara að horfa eina ferðinni á einhver dramatíska hluti hérna á loka mínútunum.
í Kára-leikjunum, ennum Kára-leiknum en sjáum til Stefán ég veist hann hafi tölu sjálfur á því hvað hann búinn að taka mikið af þessum döðu boltum í þessum leik. Þetta er nánast skotfæri. Stórir og stæðilegi leikmenn hérna inn á marktegnum. Kemur að spyrna hann inn á fjær. Þetta er í slána, boltinn séðan döður og aftur í slána. Þetta er ótrúlegi hlutir að gerast hérna. Boltinn döður í tegnum. Skoð Bjarkir hún að ver og Káramenn ná að lifa þetta af. Ótrúlegir atburðir hérna. 2 boltar í slána og Káramenn rétt hanga á þessu forskoti sínu á líginni nánast hér. Aron inn á fjær. Davíð nær að skalla þetta frá. Þetta var mikilvægt, Ragnar Már. Haraldur leggur á stað. Löng sending fram, Haraldur, Helgi út úr markinu. Og setur hann upp í loft hana. Og það fá Káramenn boltan. Teitur svarar hérna, langur bolti fram. Andri leggur hann niður á Ragnar. Ragnar aftur á Andra. Aftur upp í hornið á Ragnar. Ragnar snýr við. Fer út á hornfána. Og vinnur innkast. Hálf mínútu eftir að venju leiktíma. Eflaust bætt einhverjum 3-4 mínútum við, myndi ég halda. Sigurður þarf að gefa hotspinnu hérna. Geta Káramenn gefið sér smá tíma til þess að drepa þetta aðeins niður. Sjáum að hvorki Aron Snær né Teitur fara inn á teginn. Það er Haraldur sem að spyrnir þessu inn á teginn. Andri nær þessu niður, hérna leggur hann út á Ellert. Ellert í skotið og Ellert tryggir hér Káramönnum sigur. Frábært mark hjá Ellerti. Ellert Lár Hannesson varamaður hér með frábært skot af löngufæri. Andri Júl gerði allt hárrétt þarna og tíaði þetta upp fyrir hann. Og þetta er markið sem við heimamenn erum búin að vera að bíða eftir hérna til þess að geta slakað aðeins á taugunum. Og erfitt fyrir Víðismenn að kyngja þessu því að Káramenn voru ekki búin að vera mikið að sína bestu liðar hér í síðari hálfleik. Víðismenn líklegri til þess að skora, áttu 2 skot í slá hérna rétt áðan í sömu sókninni og síðan fá þeir þetta upp úr þurru, upp úr horni sem að Káramenn voru einhvern veginn ekkert að sína endilega mikið áhuga heldur fá að menn á tegnum. En einn er að var Andri Júlíusson sem að náða að vinna hann og kom honum hann á Ellert sem að þruma honum í netið. Óverjandi fyrir Helga Bergmann. Kristófer. Tilbaka á Sigurd. Hann á Stefán. Stefán enn og aftur. Stefán út á Aron. Aron yfir á fjær. Þeir vinna þetta þar. Einar Örn í skotið. Teitur fyrir. Ekki í fyrsta skipti. Einar Örn aftur. Hótar fyrirgjöfinni. Kemur sér með hana hérna. Vinnur hotspinnu. Þeir eru ekkert að baki dotnir hérna. Víðismenn. Og eins og vanalega þá vel ég mannleiksins úr liði heimamanna og ég ætlaði mér að velja að þessu sinni fyrirliðan Andra Júlíusson sem að skoraði mark, búinn að leggja upp hérna, búinn að vera eins og vanalega drifkraftur þeirra Káramanna en langt frá því að vera besti Káraleikur sem ég hef séð hingað til. Ingimar
Komaður hérna, þeir eru margir hérna rauðir á móti fáum bláum. 5-3, Ingimar, en frábærlega gert hérna hjá Elís Má sem vann hérna vel tilbaka. Konar 3 mínútur fram yfir. Skilst það síðan 5 mínútum bætt við leikinn. Gabriel. Vel gert hjá Aroni, vinnur á hann boltan hérna. Ellert gerir þetta vel. Snöggir að koma aðeins í leik. Sigurður skiptir yfir til vinstri. Einar með Stefán. Búinn að vera algjörlega frábær. Það hef ég Viktorovits með sendinguna yfir á fjær. Davíð kemur þessu frá. Kristoffer vinnur boltan á honum. Leggur hann tilbaka og Einar síðan inn á teginn. Gabriel skalla frá. Það kemur skot frá Elís, ekki langt frá því en framhjá markinu eins og þar. Og þá flauta til leiksloka. 4 mínútum bætt við hér. Og já, góður sigur Káramanna hérna með mörkum frá Ingimar Eli Hlynssyni, Andra Júlíusinni og Ellert Lár Hannessyni, en það var Guðmundur Marino Jónsson, ef ég man rétt, sem að skoraði fyrir Víðismenn. Og endilega, eins og ég sagði áðan, hvet ykkur til að fylgjast með dagskráni framöndan á iatv.is og auðvitað á YouTube, Facebook, Twitter. Endilega fylgja okkur þar. Örn Arnarsson heiti ég og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Eins ætla ég að fá að þakka Ingimar Elvari Ágústssyni fyrir að vera með mér í þessari útsendingu, að sjá svona, já, tæknimálin og myndatökur. En þangað til næst ætla ég að biðja ykkur að bara hafa það sem allra best og bara góða helgi. Takk fyrir okkur.